bæjarstjórnarfundar númer 537. Í dag er 5. september 2024 og klukkan er 5. Mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins er Tinna Ólafsdóttir. Já, ég gleymdi vist að minnast að velkomin á bæjarstjórnarfundi bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Við erum stödd hér í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Fyrsta mál á dagskrá, það varðar nefndarmenn í nefndum á þessu kjörtímabili. Það er hér tillaga forseta bæjarstjórnar fyrir hönd Í-lista að Nanný Arna Guðmundsdóttir verði kosin aðalfulltrúi í Í-lista og formaður í skóla íþrótta- og tómstundanefnd í stað Finneyjar Rakelar Árnadóttur. Og í stað Nanníar Örnu Guðmundsdóttur sem fulltrúi í Í-lista og formaður í umhverfis- og framkvæmdanefnd verði kosin Halldóra Björk Nordal. Og í stað Halldóru Bjarkar Nordal, fulltrúi í Í-lista í velferðarnefnd, verði kosin Finney Rakel Árnadóttir. Orðið er laust þessa tillögu. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Nú ætlum ég að fara hérna með 2 blaðsíðna tölu það hvað er dásamlegt að vera í umhverfisnefnd. En það er ekki rétt að ég ætla ekki að gera það. En ef þessi tillaga verður samþykkt, þá mun ég hætta sem formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar, en þar hef ég verið formaður síðan 2014 og hefur verið bara sérstaklega skemmtilegt verkefni. Ég hélt mér síðasta fund í morgun sem formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar ef að tillagan verður samþykkt. Og að sjálfsögðu mun ég fylgja þeirri fundagerð úr hlaði þegar að því kemur eins og ég hef gert núna undanfarin ár. En það sem ég langar til að segja og óska vona að Halldóra Björk Nordal verði kosin formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar og stýri þeirri nefnd. Að þegar ég byrjaði í umhverfis- og framkvæmdanefnd 2014 þá til dæmis hafði ég engan sérstakann áhuga á frárenslusmálum. Það mun kannski koma ykkur á óvart en þannig var staðan. Ég hafði mikinn áhuga á að byggja upp göngustíga í sveitarfélaginu og hlúa að grænum svæðum og laga gangstéttar og svoleiðis. En frárenslusmál voru kannski ekkert eitt af mínu aðalmálum. En með mér í nefndinni var þá Kristín Hálfdánardóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem kynnti mig fyrir þá nýútkominni skýrslu Verkís ástand frárenslusmála í sveitarfélaginu og smitaði mig bara af sínum áhuga á þessu máli. Þannig að ég tók það bara sem mál sem að ég vildi vinna áfram. Og það sem ég sagði við fólki mitt í umhverfis- og framkvæmdanefnd í morgun, að það er það sem maður getur gert þegar maður er í nefndum, maður getur tekið mál og unnið þau áfram. Þó að maður hafi ekki áhuga á því í upphafi, að þá getur maður gert þau á sínum málum og unnið þau til framdráttar í sveitarfélaginu. Og það sem hefur gerst á þessum árum er að við erum væntanlega að klára að setja upp 2 nýjar frárennslustöðvar í sveitarfélaginu og málefni sveitarfélagsins í frárennslumálum hefur batnað til muna og við erum allavega komið með áætlun sem við erum að vinna eftir og það verður mjög gaman að sjá hvernig þessu vindur fram. En þar er ég heldur ekki að segja að verðandi formaður þurfi að taka mín mál og vinna þau áfram því að sjálfsögðu þá vinnur maður eftir því sem að manni sjálfum finnst. En ef að þetta verður samþykkt, þá vil ég bara þakka fyrir samstarfi umhverfis- og framkvæmdanefnd og hlakka til að takast á við verkefni í skóla íþrótta- og tómstundanefnd. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá hef ég hug á því að bera þetta upp í heilu lagi, allar þessar breytingar á nefndum. Gera bæjarstjórnarfulltrúar athugasemd við það? Nei, það er enginn sem að gera það. Þá ber ég tillöguna upp í heild sinni, vinsamlega skrifa með merki. Og þetta er samþykkt samhljóða.
þá liður 2 á dagskrá. Það tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1293. Fundurinn var haldinn 2. september síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki breyttan fundartíma bæjarstjórnar frá fyrsta fimmtudegi í nóvember til síðasta fimmtudags í október, þann 31. október, það að segja. Þannig að þá verði 3 bæjarstjórnarfundir í október og einungis 1 í nóvember. Orðið laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér verið að gera tillögu að því að það verið flýtt umfjöllun í fyrri umferð bæjarstjórnar á fjárhagsáætluninni vegna fyrirsjáanlega mikilla fjarvista þennan dag sem í upphafi nóvember. Við erum þá aðeins að flýta þessu fram viku en höfum ennþá ráðrúm til þess að fresta þau aftur 2 vikur. Og við erum búin að taka þetta talsvert mikla umræðu það hversu mikilvægt að vera snemma og seint í því með þetta allt saman. Það náttúrulega alltaf finnst manni betra að vera snemma í því en það má ekki vera því dýru verða keypt að fyrri umræða byggi á vanbúnum gögnum. Og það þá mikilvægt að fyrri umræða geti verið á almennilegum gögnum þannig að allar stofnanir og embættiskerfið hafi haft ráðrúm til þess að skila þeim frá sér svo að eitthvað sé á þeim byggjandi. Við annars gerum í þessari áætlun ráð fyrir að það verði minnst 2 vinnufundir með bæjarstjórn og embættismönnum, sviðsstjórum þá sérstaklega og fjármálastjóra. Og það verklega hefur verið viðhaft og hefur verið mjög gagnlegt að geta farið í bara kafað ofan í fjárhagsáætlun og svona utan funda á hans að þurfa að óska sérstaklega eftir orðinu. Þannig að við höldum því áfram og vonumst bara eftir góðu samstarfi í haust þetta. Takk Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skrifum merki. Þetta samþykkt samhljóða. 3. mál á dagskrá, það viðaukar við fjárhagsáætlun 2024. Þetta viðauki 5. Þetta tillaga frá fundi bæjarráðs. Fundurinn var númer 1293 og var haldinn 2. september síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 5 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024 vegna hlutdeildar í FabLab á vorun 2024. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar 1.934.371 og áhrif viðaukans á sveitasjóð í A-hluta neikvæð að sömu upphæð og lækkar því rekstrarafgangur úr 186 milljónum rúmum í 184 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta neikvæður krónur 1,9 milljón og lækkar því rekstrarafgangur í 503 milljónir rúmar. Orðið laust þessa tillögu. Arna, gjörðu svo vel. Gylfi? Já, ok, fyrirgefðu. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, það ekki góð bragur á því að vera með viðauka mál sem eru þess eðlis að það svona þokkaleg sáttum að þau haldi áfram. Hér runnu samningar út og þá féllu þeir brott úr gerð fjárhagsáætlana og af því að þeir voru þríhliða milli menntaskólans og bæjarins og ríkisins að þá var það snúnar að koma þessu öllu heim og saman og það ekki mitt erindi að fara að rekja þá sögu hér en bara segja að vilji bæjar meiri hlutans og embættismannanna að mál séu ekki rekið með þessum hætti en þetta mál þess eðlis að við teljum að það sé mikilvægt að standa áfram vörð það og þess vegna leggjum við fram þennan viðauka. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þetta FabLab samstarf sveitarfélaganna 3 hér á norðan vestur menntaskólans, þá fundur
með menntaskólanum á mánudaginn og þar mun ég kalla eftir samningi sem við höfum reynda gert áður og við höfum þetta verið mjög bara opinská með það að við höfum viljað fá meira út úr samstarfinu og ég mun þetta nafna það líka við menntaskólan eftir helgina því að ég tel að við getum gert meira úr þessum tækjabúnaði sem þarna og það þarf einhvern veginn að tvinna þetta betur saman við skólastarfið. Það er líka alveg ljóst ef við greiðum þetta ekki með þessum hætti samkvæmt gamla samningum sem þetta er rauninni gert. Ef við myndum greiða eftir notkun þá varum við að tala um hærri upphæð af því skólarnir hafa svo sannarlega verið að nota aflabið. Takk Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum með merki og þetta er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá, það er Suðurtangi og jarðvegsrannsókn og einnig viðauki. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1293. Fundurinn var haldinn 2. september síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki jarðvegsskipti á Suðurtanga 24 í samræmi við minnisblaði verkefnastjóra, enda verði viðauki vegna málsins lagður fyrir bæjarstjórn á næsta fundi og samþykktur samhliða. Er jafnframt lagður fram til samþykktar viðauki 6 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0 krónur. Og áhrif viðaukans á sveitasvið A-hluta er 0 krónur og þá er rekstrarafgangur á B-hluta óbreyttur. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilnefnendur. Ég ætla bara að segja það, ég ætla að samþykkja þennan viðauka. Sé nú kannski ekki með glöðu geði, en við í Sjálfstæðisflokknum viljum alls ekki tefja uppbyggingu atvinnuhúsnæðis á Suðurtanga og við viljum því fara í þetta til að átta okkur á heildarkostnaði við að greiða upp gamlar syndir, sorpsyndir og það er alveg nauðsynlegt að drífa í þessu því að það eru fyrirtæki sem vilja byggja upp, efla bæjarfélagið og ég vildi bara gera grein fyrir atkvæði mínu við þennan viðauka. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þau eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að næsta máli, mál nr. 5, það eru stúdentagarðar Háskólaseturs Vestfjarða á Ísafirði, þetta varðar stofnframlag og er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1293 að bæjarstjórn samþykki að veita stúdentagörðum Háskólaseturs Vestfjarða HSES kennitala 51.10.22.0880 leyfi til að veðsetja lóðina Fjarðarstræti 20 á Ísafirði og það er 40 almennu íbúðum sem þar standa með fyrsta veðrétti fyrir veðskuldabréfi og þetta er leigu íbúðalán og þetta er dagsett 14. desember 2023 og er að fjárhæð tæplega 650 milljónir króna vísitölutryggt. Kröfuhafi samkvæmt veðskuldabréfinu er Húsnæðissjóður. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur kveðið sér hljós og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum með merki og þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er aftur varðar sömuleiðis stofnframlag stúdentagarða Háskólaseturs. Það er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1293 að bæjarstjórn samþykki að veita stúdentagörðum Háskólaseturs Vestfjarða HSES leyfi til að veðsetja lóðina Fjarðarstræti 20 og það er 40 almennu íbúðir sem þar standa
með fyrsta veðrétti fyrir veðskuldabréfi dagsettu 27. ágúst 2024 að fjárhæð 32 milljónir vísitölutryggt og kröfuhafi samkvæmt veðskuldabréfinu Húsnæðissjóður. Orðið laust þessa tillögu og það enginn sem hefur kveðið sér hljóðs og þá ber ég tillöguna til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt þessu. Þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið. Það samningur félagsþjónustu. Þetta tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1293 að bæjarstjórn samþykki samning sérfræðiráðgjöf, vinnslu mála og stjórnun í almennri félagsþjónustu milli Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Orðið laust þessa tillögu og það enginn sem hefur kveðið sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið. Það ósk skipulagsbreytingar Mjólká. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 636 en fundur var haldinn 2. september síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki uppdrátt og greinagerð dagsettan 2. september 2024 í samræmi við 1. málsgrein 32. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið laust þessa tillögu og það enginn sem hefur kveðið sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki. Þetta samþykkt samhljóða. Þá það 9. dagskrárliður. Það stefnisgata 8 á Suðureyri. Það tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 636 að bæjarstjórn samþykki að úthluta húsfélagi Bjarka Rúnars Arnarssonar í samræmi við umsókn sem dagsett 9. ágúst síðastliðinn lóði stefnisgötu 8 á Suðureyri samkvæmt úthlutunarreglum Ísafjarðarbæjar. Ég ætla nú að misnota aðstöðu mína hérna og greina frá því að þetta var einstaklega skemmtilegt mál í skip og mann því að þarna voru 2 umsóknir sömu lóðina og við þurftum að kasta upp á sem hefur ekki gerst í einhver ár hér. Orðið laust þessa tillögu og það enginn sem kveðið sér hljóðs. Þá ber ég hana upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki og þetta samþykkt samhljóða. 10. dagskrárliður. Það Urðavegur 14 á Ísafirði. Umsókn lóðaleigusamning undir bílskúr. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 636 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings í samræmi við lóðarblað fyrir bílskúr við Urðaveg. Orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt þessu. Þetta samþykkt samhljóða. 11. dagskrárliður. Aðalgata 36 á Suðureyri. Þetta umsókn stækkun lóðar og hér tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 636 að bæjarstjórn heimili stækkun lóðarinnar við Algötu 36 á Suðureyri í samræmi við gildandi deiliskipulag. Orðið laust þessa tillögu og það enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki. Þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerðum sem hér lagðar fram til kynningar og forseti óskar heimild bæjarstjórnar til að taka saman fundargerðir hverrar nefndar fyrir sig til kynningar. Ég ber þessa tillögu upp til atkvæða og vinsamlega skemmi merki ef þið samþykkt þessu og þetta samþykkt samhljóða og þá byrja ég á fundargerðum bæjarráðs. Það hérna fundargerð bæjarráðs númer 1288 frá 24. júní. Sú fundargerð í 11 liðum og það bæjarráðs fundargerð númer 1289 frá 1. júlí. Sú fundargerð líka í 11 liðum. Fundargerð bæjarráðs númer 1290 frá 15. júlí. Hún í 9 liðum. Fundargerð bæjarráðs númer 1291 frá 12. ágúst
í 5 liðum og fundargerð nr. 1292 frá 16. ágúst. Afsakið. Hún er í 10 liðum. Síðan er það fundargerð bæjarráðs nr. 1293 frá 2. september og sú fundargerð er í 12 liðum. Orðið er laust allar þessar fundargerðir og ég bið þá sem að biðja orðið að tilgreina hvaða fundargerð þeir eru að taka til máls undir og hvaða lið. Og Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér erum við að taka fyrir svona margar bæjarráðsfundargerðir vegna þess að við erum að hittast aftur eftir langt sumarfrí. Í fundargerðum þessara vikna og mánaða sem að hafa liðið er svona mismikið af bragðgóðum bitum, en mér langar að vekja athygli á nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi er það í fundargerð 1288. Þar er fyrsta málið reglur birtingu gagna með fundargerðum í ráðum og nefndum Ísafjarðarbæjar. Þarna er búið að taka þessar reglur til gagngerrar endurskoðunar og ég held að sé mjög gagnlegt þannig að það sé skýrt og gegnsætt hvenær gögn eru birt og hvenær ekki, vegna þess að þegar að uppkoma vafaatriði það, bæði þegar að einstaklingar og fjölmiðlar vilja fá upplýsingar, að þá geta skýra reglur bætt mjög úr þar og spara mikla vinnu og gert þetta svona einfaldara og betra. Ég held að þessar reglur sem þarna voru settar séu mjög til bóta og áfram ef að einhver misbrestur á að þá er hægt að taka þessar reglur upp og gera það með almennum og heildstæðum hætti. Mér langar einnig að taka upp hér fundargerð 1291. Þar voru 3 mál sem ég vil vekja sérstaka athygli á. Það eru annars vegar 2 skyld mál sem að fjalla samskipti við Brák íbúðafélag, þar sem við erum að undirbúa að leggja samtals 20 íbúðir, 11 á Suðureyri og 9 á Þingeyri inn í þetta íbúðafélag Brák til þess að losna, bara sem lið af þeirri stefnu okkar að fækka eigum í eigu Ísafjarðarbæjar beint og koma þeim til aðila sem eru betur til þess fallnir að reka húsnæði. Ísafjarðarbæjar hefur haft allt og margar íbúðir þó að það sé auðvitað áfram markmið hjá bænum að tryggja aðgengi að ódýrum og góðum íbúðum sérstaklega fyrir fólk sem af einhverjum ástæðum þarf stuðning til þess. Einnig var þarna boðum viðbótarstyrk í verkefninu Ísland ljóstengt sem 8 milljónir króna og það er búið að auglýsa núna eftir áhugasömum framkvæmdaraðilum til þess að þiggja þennan pening gegn ákveðnum skilyrðum og gegn því að ákveðin skilyrði séu uppfyllt, og þá getum við náð ansi góðum skrefum í að ljóstengja Ísland með ljósleiðara. Í fundargerð 1292 eru til aðgreiningar frá, yfirleitt eru matamestu bitarnir eða svona fréttamestu bitarnir fremst í fundargerðum bæjarráðs, en þarna var það aðeins seinna. Það eru breytingarnar á aðalskipulögunum og það er svona mörg skipulagsmál sem að þarna eru til umfjöllunar sem að ég vil kannski svona vekja athygli á, þó það sé of langt mál að ræða, en það eru hér aðalskipulagsbreytingar í farvatninu og samþykktar á mismunandi stigum í ferlinu í Dagverðardal, á Suðurtanga og hér og víðar í sveitarfélaginu. Það held ég að hafi verið það sem ég vildi vekja athygli á. Annars hefur þetta nú bara gengið svona ágætlega. Við höfum haft þann síða að boða ekki til fundar nema að sé eitthvað mikilvægt sem að þarf eða eitthvað sem að þarf að afgreiða í tíma. Þannig að það var allavega 1 fundur í ágúst sem að féll niður vegna þess að það var ekki tækt til fundar. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs?
Svo ekki, þá eru þessar fundagerðir sem að ég taldi báðan framlagðar. Þá erum við komin að 18. dagskrárlið, það er fundagerð fjallskilanefndar. Hún þetta er semst fundagerð númer 17 hjá fjallskilanefnd og fundurinn var haldinn 21. ágúst síðastliðinn og er í einum lið. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð. Þá erum við komin að nokkrum fundagerðum skipulags- og mannvirkjanefndar og á hefst lesturinn. Framlagðar eru fundagerðir skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi númer 634 frá 11. júlí og sú fundagerð er í 17 liðum. Síðan er það fundur skipulags- og mannvirkjanefndar númer 635 frá 15. ágúst, sú fundagerð er í 15 liðum. Og þá er það skipulags- og mannvirkjanefnd fundur númer 636 frá 2. september síðastliðinn og sú fundagerð er í 14 liðum. Orðið er laust þessar fundagerðir skipulags- og mannvirkjanefndar. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er þessi fundagerð framlögð. Gleymdi ég fyrstu? Ok, ég glemdi, afsakið. Það er fundagerð númer 633 frá 27. júní er einnig í þessum bunka og fundagerðin er í 16 liðum. Orðið er laust þessar þá 4 fundagerðir skipulags- og mannvirkjanefndar. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá eru þær framlagðar. Þá er 23. dagskrárliður, það er íþrótta- og tómstundanefnd. Það er lögð fram til kynningar fundagerð 7. fundar skóla íþrótta- og tómstundanefndar. Fundurinn var haldinn 19. júní síðastliðinn og fundagerðin í 4 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er þessi fundagerð framlögð. Þá að lokum er umhverfis- og framkvæmdanefnd fundagerð frá fundi númer 148, fundurinn var haldinn 27. júní síðastliðinn og fundagerðin í 5 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þessi fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar var haldinn í lok maí. Nei, ekki lok maí, í júní, lok júní. Þar sem við ræddum í fyrsta lið málefnum úrgangsstjórnin og svæðisáætlun sem hefur verið unnin hjá Vestfjarðastofu og fengum Hjörleif Finnsson verkefnastjóra til að koma og kynna drögin. Við bókuðum að við ætlum að halda fund síðar til ef við hefðum einhverjar athugasemdir sem við vildum skilin, en við gerðum það ekki, skiluðum ekki inn einum athugasemdum, en það hefðum við engar athugasemdir við áætlunina og þykir þetta bara gott plagg og nauðsynlegt. Þó að sé ekki nema bara til þess að fá sveitarfélög og Vestfjörðin til þess að tala saman á jákvæðum nótum og vinna í lausnum á ýmsum verkefnum sem sameiginleg fyrir öll sveitarfélögin. Við ræddum einnig númeruslausa bíla. Það verkefni hefur gengið farsællega í sumar og við tókum þetta reyndar aftur upp á fundi í morgun bara til þess að taka svona stöðuna og sérstaklega því við fengum fundagerð heilbrigðisnefndar inn á borð til okkar í morgun þar sem að þeir eru með eitt verkefni á borðinu hjá sér sem er kjósa að kalla á frekikallin að ráða sem er mjög áhugavert en vísar í þá baráttu sem að stundum er á milli þeirra sem að vilja fjarlægja númeruslausa bíla og þeirra sem telja sig eiga og sé að vernda verðmæti. Þannig að en þetta verkefni hefur bara gengið ágætlega eftir að það komst á ákveðið verklag. Á fundinum fengum við líka einnig kynningu og lá fyrir viljayfirlýsing sem við fengum senda frá Sorporku rekstur sorpbrennslustöðvar. Við teldum ekki tímabært að fara í þannig framkvæmdir. Við ætlum hins vegar og viljum hvetja umhverfis- og eignasvið til að fylgjast með þróun í þessu máli því að hún er hröð en eins og staðan er í dag þá er ekki tímabært fyrir sveitarfélagið að skuldbinda sig í þessa átt. Þegar var verið að
móka fyrir lögnu fyrir okkar dýrmætu fráveitu stöð á Flateyri. Þá kom í ljós að þar var olíumengaður jarðvegur. Sem betur fyrir til mjög góðu verkferlar hjá sveitarfélaginu. Það þurfti ekki að kalla til umhverfisnefnd til þess að taka ákvarðanir, heldur var þetta bara unnið og við fengum svo tilkynningu um það hvað hefði verið gert, sem var mjög gott. Og eins og við vitum þá hefur verið ömurlegt veður í sumar og einn partur af þeim ömurlegheitum eru tíðar rigningar og eitt slíkt óveður var þess valdandi að það féllu mikla grótskriður á vatnsbóli á Flateyri, þannig við vildum að umhverfis og eignasvið taldi ástæðu til að taka sýni, biðja heilbrigðiseftirlit að taka sýni af neysluvatni á Flateyri og þegar fundurinn var haldinn þá fengum við bara kynningu á því verkefni eða hvernig staðan væri þar og það var allt í góðu. En það brýnir okkur kannski til það dáða til þess að leita að vatni, ferskvatni í öllum byggðakjörnum þannig að við séum ekki með yfirborðsvatn af því það er viðkvæmt fyrir alls konar náttúru hreyfingum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo er ekki. Þá er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar nr. 148 lögð fram. Þá er dagskráin tæmd. Ég þakka kærlega fyrir góðan fund og sérstaklega þeim sem álítu fyrir hlusturina og fundið slitið.